Tæplega 6.000 manns sóttu Sindra torfæruna á Hellu núna fyrstu helgina í maí. Torfæran ómissandi liður sumarsins fyrir marga, enda einstakt sport á heimsvísu og margir hafa fylgst með frá fyrstu keppni sem haldin var 2. maí árið 1965. Bílarnir sem keppa bæði í stiga og hraðakeppni eru sér útbúin trillitæki. Hannaðir til að standast álag, veltur og vatn og umfram allt gríðarlega kraftmiklir. Keppendur fara yfir sérstaka þrautabrautir og í þessum aðstæðum getur sko allt gerst. Við kíktum á Hellu og ræddum við keppendur, meðal annars Íslandsmeistarann Þór Þormar. Á að verja titilinn? Já, allavega að gera allt til þess. Ekki dálítið nýtt, ekki svolítið frábrugðin keppnin í ár frá því fyrra? Já, þessi þá? Jú, þetta allavega lítur vel út hérna brekkurnar og brautir og annað. Það er bara að prófa þetta og það er buðst þarna og það er bara að prófa eitthvað, það er gaman að því. Og hvernig tókst ykkur að henda bílum saman? Já, það er svona þurft að klappa þessu eitthvað aðeins en það var svo sem ekkert stórmál með hjálp góðra manna. Nákvæmlega, erfitt að fara í þennan hópu reynslu sleggina hérna? Ég veit það ekki, nein. Það fer einhvern veginn. Það gerir það. Þú hefur gert eitt og annað við bílinn, en aðeins að fara yfir það með okkur? Ég tók hann bara svona aðeins í gegn í hérna vetur. Bara fór yfir hásingarnar og síðan lenti ég í vélabilun og þannig ég er með annan mótor núna, eða annan kjallara. Hver er lykillinn að þessu öllu saman að vera góður í torfæru? Það er náttúrulega fyrst og fremst aðstofamennir sem eru í kringum hann. Það er fyrst og fremst. En síðan náttúrulega þarf maður að kunna keyra og hafa bíl sem virkar almennilega í þetta. Ætlar að verja titilinn og er ykkur sem er í hælunum á þér? Já, ég ætla klárlega að verja hann. Já, það eru 3-4 sem eru í hælunum á mér held ég. Sem að vera erfitt að eiga við í sumar. En hvað fær menn til að fara út í þetta sport? Það er einu svona prófa, þá er ekki hægt að snúa við aftur. Þetta er bara gaman? Þetta er sjúkt, þetta er málið, þetta er sjúkleiki. En er þetta ekki líka svolítil fjölskylda nú? Eru þið með mikið af fólki í kringum ykkur? Jú, þetta er fjölskyldusport eða þannig sé, nema konan er stundum ekki ánægð, maður er aldrei heima, en hún er gaman að þessu. En hvernig er ekki svolítið mikill kostnaður við að halda einu svona bíl bara, gangandi? Jú, það er mjög dýrt. Þetta er erfitt, en það er góðir aðalar, styrkja mann og þá getur maður að fara áfram. Ætlar að taka Þór í ár? Reyna, það kemur bara ljós. Já, og í ljós kom eftir viðburðaríkan dag að sigurvegari Sindra torfæru að þessu sinni var Geir Evert Grímsson, í öðru sæti Ingó Guðvarðarsson og í því þriðja Haukur Viðar Einarsson.